Svenni, ég með hérna eftir 1-1 jafntefli Þrótt á heimavelli, hvernig líður núna? Já, svona blendnar tilfinningar, klálega. Auðvitað hefur maður viljað sigur og 3 stig, en úr því sem komið var, komum við tilbaka og náðum í stíð, þannig að það er bara mjög gott, þannig að maður er stoltur af strákunum fyrir það. Það var svona 6 stiga leikur fyrirfram, náttúrulega bæði liði í fallbaráttu, þið 3 stigum eftir svolítið að elta. Hvernig var, já, þú segir það gott að koma tilbaka eftir að hafa lent undir, en þú veist, að þurfa að lenda undir til þess að láta kveikja á sínum mönnum, það ekki svolítið erfitt? Jó, sko, ef þú horfir í leikinn sem í heild, þá vorum við ekkert að kveikja á okkur bara eftir að fáum okkur mark á 60 okkar mínútu. Við vorum bara fínir í fyrri hálfleik og mér fannst svona að við vorum allavega lengi í gangi í seinni hálfleik, ég er alveg sammála því. Og það er svekkjandi að þurfa að fá mark í andliti til þess að vekja okkur almennilega, sko. Það er alveg sammálaður. Þannig að en já, bara áfram gakk, eins og maður segir. Aðstæður þetta, völlurinn blautur, margir að renna, þú veist, voru menn skikkaðir í skrúðutaka? Já, sjálfsögðu ræddu við það. Ég meina, við æfum á þessum velli alltaf þú veistu hver einasta æfingu, þannig að við vissum alveg hvernig völlurinn er. Hann er ekkert fara að breytast, hann verður bara svona það sem eftir á tímabilinu og menn voru alveg vel skóðar, en hann er samt mjög erfiður. Það er alveg þannig. Stöðun 1-1 kallið þið eftir að fá vítaspyrnu þegar Krissi fer niður tegnum fannst þér að vera víti? Nei, það var reyndar stöðunni 0-1. 0-1, já. Já, klárt, frá mínu sjónarhorni var klárt víti, sko. En þú veist, dómarinn var kannski með annað vinkil á þessu og sá þetta öðruvísi. En mér fannst það vera víti á. Skipti ekki öllu saman. 7 fyrir aftur á deildinni eftir að mæta Þrótti aftur. Er ekki svolítið skrítið hvernig þetta er að spilast? Auðvitað er COVID, en það er Þrótti eftir. Það er alltaf möguleiki að ná 3 stigum þar á þeim. Já, við hefum, sko, það er möguleika 21 stigi, það er 7 leikir eftir. Og við komum inn í þetta í fyrra þegar 7 leikir voru eftir. Og ég meina þó að þessi komið september og allt það, þá bara hlökkum við til hvers einasta leiks og hlökkum við hvert skipti til að mæta á æfingu. Þannig að það er engin þreyt í okkur, sko. Alls ekki. Hvernig finnst þér deildin vera að spilast? Er svekkjandi að það þurfi oft að lenda svona oft undir í leikjum til að komast að stað? Það er alltaf svekkjandi að lenda undir, klálega. Auðvitað vill maður náttúrulega bara halda hreinu og skora. En ég meina að leikinni bara þróast þannig. Ég meina við erum alveg að fá fína sénsa á stöður og allt þetta til þess að skora undan. En bara stundum eftir þetta með hinliðinu, stundum eftir þetta með okkur. Það er bara þannig. Aukilega, takk fyrir það. Takk sömuleiðis.